Nú, það sem þau þurfa að byrja á að gera jú að ná í R og R-Studio og þau þurfa að byrja á að sækja og setja upp R og svo undir maður að setja upp R-Studio. Þetta nú alltaf að breytast en svona lítur sem sagt, þessi síða breytist nú ekki mikið. En hér getið þið farið sem sagt í download og hér sem sagt að Hafrannsóknastofnun að þar hérna Æsland kran.hafró.is. Hér getið náð í R fyrir Linux, Maca og Windows. Þegar þið eru búin að því, þið fylgir bara þeim viðeigandi hérna leiðbeiningum. Þegar þið eru búin að því að þá tími til að ná í R-Studio og þessi síða breytist nú svona stundum en við ætlum að ná okkur í R-Studio og förum hér í hérna download og þið sjáið hér sem sagt ókeypis útgáfan R-Studio Desktop og það hún sem við viljum sækja og aftur veljiði bara viðeigandi stýrikerfi og fylgið leiðbeiningunum. Nú þegar við erum búin að setja upp R og R-Studio þá getum við byrjað að fikta og hér koma svona nokkur hugtök og það fyrsta hérna skipanaskrá og skipanaskrár í R hafa endinguna .r eins og Word-skjöl hafa endinguna .doc þá hafa skipanaskrár í R endinguna .r. Seinna meir mun ég líka fjalla svokallaðar skýrsluskrár og þær hafa endinguna .rmd. Í svona skipanaskrá skrifum við bara R-skipanir en við sjáum svo seinna meir að við getum notað svona skýrsluskrá til þess að blanda saman texta og R-skipunum til þess að búa til fallegar skýrslur. Benda kannski strax LaTeX fólki á að .r en tvöfaldvafskrár en þá má blanda saman LaTeX kóða og bara svona hefðbundnum LaTeX preamblum og R kóða. Þið getið googlað þetta. Nú, en svo höfum við svokallaðan keyrsluglugga sem við sjáum hérna rétt og eftir, við skulum bara skoða það núna að ég nota Linux þannig að þetta lítur aðeins þið bara ræsið R-Studio eins og þið ræsið forrit á vélunum ykkar og hér nú reyndar einmitt þetta eru glærurnar sem ég að fara í gegnum í .r en tvöfaldvafskrá. Hérna má blanda saman svona LaTeX fyrir þá sem þekkja það og svo R-kóða en ég ætla nú ekki að fara að fjalla það núna, heldur við bara lokum þessu. Þegar þið opnið R-Studio þá lítur þetta væntanlega svona út. Hér erum við með eitt stóran glugga hérna vinstra megin og þetta keyrsluglugginn sem minnst á hér, keyrsluglugginn hér. Hér getum við hérna fara allir útreikninga fram. Ég get reiknað 1 + 1 og fengið út 2. Þetta rauninni það sama og við sáum bara hérna þegar ég opnaði skélina og ræsti R í skélinni. En það í staðinn fyrir að vinna bara hérna í sem sagt þessum keyrslugglugga að þá búum við til þessar skipanaskrár og ef við förum hérna í file og new file og R-skrift að þá kemur upp skipanaskrá. Hérna getum við skrifað, hér get ég skrifað til dæmis 1 + 1 og það gerist ekki neitt ef við sáum hérna niðri, ef ég skrifa 1 + 1 og ít og enter þá keyrir sú lína og ég fæ út útkomu hérna. Ef í skipanarskráni ég skrifa 1 + 1 og ít bara á enter þá fer ég bara niður í næstu línu því þetta bara eins og hver annar ritill. Aftur á móti ef ég vil keyra þessa línu að þá fer ég að vera stödd í línunni og íta á Ctrl eða hvað sem það nú á Maca-vélum og enter. Halda þeim niður saman að þá sem sagt færi við þessa línu hérna niður í keyrsluggluggann og keyrum hana. Eins má ef ég ætla líka reikna 3 + 3, það má vel vera það sé skemmtilegt, ég get valið þar báðar og aftur Ctrl og enter og ég sendi þær báðar niður í keyrsluggluggann þar sem þær eru keyrðar.
Það er ágætt að minnast á það núna hérna ef við erum hérna í keyrsluglugganum þá má nota pílu upp og pílu niður til að ná í síðustu skipanir. Hér eru einhverjar skipanir sem ég hef verið að keyra undanfarið. Ef maður vill svo keyra þær aftur þá er einfalt að sækja þær svona. Nú já, ég ætla kannski að minnast líka hérna á vinnusvæðið, að þetta hérna við köllum þetta vinnusvæði og við sjáum hérna rétt á eftir að þegar við erum að vinna í þá erum við sífellt að búa til svokallaða hluti, einhverja hluti sem við svo notum áfram og þessi hlutir við geymum þá í vinnusvæðunum okkar og þeir birtast hér. Ég get bara gert hérna stutt dæmi, ég útskýri þetta allt hérna rétt á eftir. En þessi hérna skipun, hún býr til vegur sem heitir X og þessi vegur hérna inniheldur 3 stök, tölurnar 1, 2 og 3. Þegar ég tala vegur hérna í þessu námskeiði þá er ég ekki að hugsa svona vegur sem hefur einhverja stærð og stefnu, svona eins og þegar við erum að vinna innan stærðfræðinnar, heldur vegur er bara svona samansafn af tölum, í rauninni svona í einni vídd og svo þurfum komin í 2 víddir þá fyrir við að tala um fylki. En ef ég er sem sagt í línunni og íti bara á enter þá gerist ekki neitt. Ef ég er í línunni og íti Ctrl enter þá sjáum við að þessi skipun hún fer hérna niður, við keyrum skipunina og hér verður til hluturinn X í vinnusvæðinu mínu og nú get ég farið að nota hlutin X. Ég geti til dæmis sagt hérna fyrir neðan X + 3, segjum sem svo. Og það sem ég geri þá að ég legg 3 við öll stökin í X. Og svo svarinu bara skilað hérna fyrir neðan. Eitt sem ég ætti að minnast á hérna líka er að þegar við erum bara eitthvað að prófa og leika okkur að einhverjum skipunum, þá langt best að gera það bara hérna í keyrsluglugganum og keyra þær. En allar skipanir sem við viljum geyma og sérstaklega þurfum að búa til einhverja hluti sem við ætlum svo nýta seinna meir, að við söfnum þeim saman í skipanaskrá, svo geymum við skipanarskrána og getum svo keyrt skipanirnar aftur og búið til hlutina aftur.